Hvernig verk Lísa Lísa? Lísa Lísa einlægt og skemmtilegt, svona falleg komedía. Tvær konur sem eru að finna ástina eða eitthvað, eða? Já, þetta leikrit sem svona þetta var til út af því að það voru tvær konur sem kysstust opinberlega í Netto og það var einhver sem sá þær og búinn að spyrja þær út í lífið og biðja þær að koma og segja áhorfendum frá sinni reynslu og hver þær eru og hafa búið saman í 28 ár og eru núna komnar fyrir framan áhorfendur til þess að segja sína sögu. Hérna byrjaði ballið, hérna í Netto. Já, ég alveg bara óvart. Við erum búin að reyna að halda sambandinu okkar leyndu í 28 ár, svo bara óvart fannst mér hún eitthvað svo svakalega sæt og ég stóð hérna fyrir framan marmelaðhilluna hérna í Netto og bara, veistu, áður en ég vissi bara búin að kissa hana beint á munnin og þá var náttúrulega hún, já þú getur sagt hvernig þér leiðir. Já, þetta var náttúrulega alveg gjörsamlega óvart Í súpu og sósudeildinni? Í súpu og sósudeildinni, hérna hér gúrmi eitthvað, súpa. Marmelaði hérna megin Já, þetta írskt verðlaunaleikrit eftir Amy Conroy sem að Leikfélag Akureyrar setur upp og ég svo heppinn að vera að vinna þessu og búin að fá Ragnheiður var búinn að ákveða að Saga og Sunna leika í þessu sem frábært að leikstýra svona þessum eldri drottningum Akureyrar í þessu verki þannig að þetta gengur allt saman upp, staðfæringin og allt saman Saga og Sunna eru jafngamlar og karakterarnir í sögunni þannig að þetta bara mjög gaman. Já, þær eru náttúrulega að koma úr felum. Þessar konur sem eru búin að búa saman í áratugi hér á Akureyri og þetta hefur verið mjög spennandi verkefni að fást við, myndi ég segja. Það bara, já, maður hefur fræðst heilmikið og þetta bara gengið rosalega vel. En hvernig að vera tveggjamannaverki? Hvernig það svona ef maður ber það saman við? Það betra en að vera einn að leika. Já. Já, þetta náttúrulega, við verðum bara að viðurkenna það að þetta ekkert auðvelt. Þetta búið að taka svolítið mikið á, bæði, við komnar af léttasta skeiðinu og svona, má segja það. Já, þú talar fyrir því. Hún þeimur árum yngri ég. Jæja, en hvað með það, en þetta bara, þetta búið að vera virkilega skemmtilegu tími og þetta mikið svona áskorun, það það. Já. Og þetta bara, það halda ábyggilega margir, þetta sé bara eitthvað svona leikut fyrir einhverja kellingar, en það það bara ekki. Ég held að þetta sé mjög fínt fyrir karlmenn að koma á þessa sýningu. Það bara, þetta þannig verk. Hvernig var að vinna með þeim stöllum? Það hefur verið mjög gaman og ég náttúrulega bara ungur leikstjóri og gaman að já, það hafi getað kennt þér eitthvað líka? Já, ég hef lært alveg helling og þetta já og við erum búin að vera núna svona, við erum 5 sem höfum verið að vinna mjög mikið að sýningunni. Það Móeiður Helgadóttir sem sér leikmynd og leikmyndin mjög svona skemmtileg og öðruvísi í rýminu og við erum að sýna í rýminu sem það skemmtilega form á svartum kassa þar sem þú ferð alltaf að sjá einhverja nýja leikmynd í hvers skipti sem þú ferð á sýningu og í þessari sýningu algjörlega ný sýning, eitthvað sem hefur aldrei verið gert áður í þessu rými og Þóroddur með lýsingu og hljóð. Það svo mikil umræða hérna samkynhneigð. Einmitt, það bara út allt. Við ættum bara að fara með þetta leikrit hérna til Sochi, hérna til Rússlands. Þá myndi þeir nú loksins sjá að þetta allt í lagi að vera samkynhneigður. Og þú verslar í Netto, hvað ertu með þarna? Netto, ég fer bara í Netto, eina búðin mín. Hérna aprikósumarmelaði. Það var nú þetta sem ég var nú þegar ég bara rauk á hún og kyssti. Og við vorum bara svo hræddar að einhver, við vorum svo hræddar að myndi einhver sjá okkur. Ég var svo hrædd Ég ekkert tilbúin til þess að koma út úr skápnum. Nei. Ég nú alltaf, Mér finnst þetta bara að vera mitt einkamál og þetta kom ekki öðru mitt. Nei, en ég Hvað eru átök þarna?
Já, það þýðir nú ekki leina, en ég hef náttúrulega bara alltaf verið úr skápnum, sko, eða farið miklu lengur heldur en hún. En allavega, við vorum svona ansi heppnar, sko, þennan dag sem þetta gerist. Það voru bara nánast engir hérna, ég skil það ekki. Allavega ekki á þessu svæði. Það alltaf svo fullt af fólki inn í Nettó, enda alveg frábær búð. Já, en þetta bjargaðist nú allt saman fyrir hopn, eins og maður segir. Þetta sem ykkar happastaður. Það má segja það. Já, það má já. segja það. Og frumsýningin bara lokvikunar? Já, núna á föstudaginn klukkan 8, Valentínusardag. Það við hæfi, svona ástarleikrit og á Valentínusardag. Já.